og við náttúrulega bara hvetjum alla til að fara í myndatöku, ég fór einmitt á mánudaginn og ég sko eftir fertugt þá finnst mér alltaf verið að kalla minn og ég fer alltaf að hugsa bara ég örugglega með krabbamein þegar ég fer í myndatökuna sko. Ég ennþá að bíða eftir niðurstöðum en ég bara Ég hugsa við hugsun það allar þetta svo standaðna fyrir framan þessa hurð og vera kölluð í eitthvað millirými og svo þessi brjósta klemmuna vel og eitthvað svona, þetta líka bara svo þetta svo rosalega gildislega að vera þarna sko. Já, ég horfði alveg á þær sem voru þarna að taka myndirnar, ég var alveg hvernig það að horfa á mig? Já, sá ég eitthvað í augunum á þeim það, þú veist, voru þær alveg þú veist, maður fer alveg svona að ofhugsa sko. Og ég einmitt bara svo ímyndunarveik innan gæslappa að ég hef ekki þorað að vera eitthvað að þreifa á mér brjóstin sko. Af því ég bara eins og hrædd með að því ég finni mjólkukirtla og eitthvað og ég verði bara dauðvona á þú veist sekúndu sko. Það er 1, 2 og 3 á að hlusta á okkur konur ég meina hún hringir í mig læknirinn minn sem að vísaði mér heim á sínum tíma og bað með afsökunar bara við áttum fallegt samtal og hún má alveg eiga það og það voru verkferðlar voru teknir í gegn en í grunninn þetta bara þannig ef að kona hefur áhugjur á líkama sínum til þess að finna hnút eða kúlu eða finnur einhver einkenni einhver stærri líkamann þarf ekki að tengja krabbameini þá þurfum við að hlusta og ef að ég vil komast í myndatöku á ég bara að fá að fara í myndatöku. Já, og við erum alveg tilbúinir að borga fyrir það, sko. Þú veist, trúðu mér, ég borga fyrir það. Ég borga fullt af peningum í alls konar lyf og myndatökur og meiri að borga maður meiri fyrir brjóstamyndatöku eftir að maður er búin að greinast með krabbamein. Í alvöru? Við getum alveg haft heilan þátt. Já, það er mjög skrítið. En það bara í grunninn að því við erum ekkert allar tengdar innsæðin okkar og tengdar röddin okkar og svona, þú veist, við erum bara alls konar fortíð og það alls konar verkefni í lífinu og það oft bara þægilegt að heyra nei það ekkert að bara hjúka það ekki að pæla í þessu en þegar það eitthvað sem að pota í þig við verðum að hlusta og við eigum bara að fá það sem við biðjum og líka bara að fá, að því, þú veist sama, ég var líka lent í því að það var bara sagt að ég væri með heilsukvíða þegar ég var með heilablæðingu sko. Og ég var sendt 3 heim við líka mann okkar best það bara svolítið þannig ég með migrænu sögu og ég var með öll þessi einkenni, þú veist, en það var bara út með migrænu og út með heilsukvíða og ég bara, þú veist, þannig að ég sammála, það á bara, þú veist, ég til í að borga fyrir að fá almennilega skoðun, þú veist, það bara, og einmitt, það ótrúlega algengt að konur eru sendir heim með einhverja, þú veist. Já, maður hefur bara heyrt fullt og svoleiðis og það getur verið of seint þegar það loksins kemst upp.